Þá er komið að októberleiðsögn fyrir ljón. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Skulum benda okkur beint í lesturinn og byrjaði að aðtaka hvaða ljón ég er að tala við. Við fáum áskoranir, uppákomur og framöndan næsta missirið hjá þessu ljóni. Það er leiðsögn fyrir þetta ljón. Við fáum einsýni með framtíðina fyrir þetta ljón. Kæra ljón. Fortíðin einkennist rosalega mikið af því að þú berir ábyrgð á öðrum en sjálfum þér. Þannig að þú hefur einhvern veginn alltaf, eða mjög lengi og oft allan að vera í einhvers konar ábyrgðar hlutverki. Jafnvel byrjaði strax bara sem barn og mér finnst ég verið að sjá hérna, að hér eru einstaklingar sem voru mögulega elst í systkinahópi að passa yngri systkini og seinna mér kannski eigin börn eða starfa með börnum og einhvern veginn alltaf bera ábyrgð á mörgum öðrum í kringum sig. Og jafnvel einhver sem hafa þurft að bera ábyrgð á öðrum á sinn eigin kostnað, þar að segja á þann kostnað að þú hlúir ekki að sjálfu þér, og einhver voru að bera í rauninni óréttláta ábyrgð, eitthvað sem að þið hefðu ekki átt að þurfa að bera sér, og þá sérstaklega eins og börn sem að þurfa að bera ábyrgð fullorðinna. En það sem ég er að sjá hér er einstaklingar sem hafa þurft að bera mikla ábyrgð í gegnum tíðina á öðrum en sjálfum sér. Og í dag þá ertu svolítið litað af þessari fortíð, sérstaklega með það að þú ert einhvern veginn alltaf með yfirsýn yfir alla í kringum þig. Þú ert einhvern veginn alltaf vakandi yfir hvað allir eru að gera, hvað er í gangi í húsinu. Þú ert svona með augun í hnakkanum. Þú ert einhvern veginn alltaf að pæla í hvort það sé ekki ok hjá öllum hinum. Og þetta gerir það verkum og þú átt það til að gleymast. Og stundum sérð ekki sjálft þig af því að þú ert svo upptekið við að fylgjast með öllum hinum. Og eins og ég segi, stundum gleymir að huga að þér. Af því að núna framundan þá er verið að koma með boð til þín þar sem þú ert algjörlega í þínu eigin að hlúa að þér og sinna algjörlega því sem að þú ert gott í, eitthvað sem að þú brennur fyrir, hefur áhuga á og farið eiginlega að stunda og iðka svolítið ótruflað. Þannig að þú ert að fá svolítið svona kærkomið hlé frá því að vera alltaf með ábyrgðan á öllum hinum, frá því að þurfa alltaf að vera að hugsa alla nema þig og samt einhvern veginn að halda heilsu. Þannig að það er framundan einhvers konar boð fyrir þig að kúpla þig alveg út og sinna algjörlega alfarið bara einhver sem þú getur dundað í og farið frið til þess. Og leiðsögnin er að ekki láta það draga úr þér eða halda aftur að þér að þú sért ekki að hugsa hina. Og ekki láta hræða þig of. Það er rosa erfitt að sleppa tökunum á því þegar maður er vanur að hugsa svona marga aðra en sjálfan sig. Það er rosalega erfitt að sleppa því. En
það er eitthvað sem þarf að lærast og þetta er óþægilegt og ég finn það, þetta er mjög óþægilegt fyrir þeim tíma og þeir langar helst til þess að fara bara beint aftur í gamla fari og hugsa alla hina, en þeim mikilvægara fyrir þig að þrauka. Vera ekki að hugsa hinn og setja alla athyglin á þig. Og eins líka getur það alveg komið upp að það sé erfitt að uppgötva að þú sért ekki bráðnauðsynlegt fyrir alla í kringum þig. Að fólkið þitt geti lifað án þín, það þurfi ekki á því að halda að þú sért alltaf að passa þá. Það getur stundum verið svolítið skellur þegar maður er svolítið vanur því að vera pínu ómissandi. Það getur verið svolítið erfitt að sjá svo að það svo er ekki. Þannig að ekki láta það draga þig á langt niður. Það er til þess að kenna þér og sýna þér að þú hefur þetta rými. Þú hefur rými til þess að setja athyglinum þig og gera eins og þú óskar þér. Þegar það sem er framundan eru þessar uppgötvanir að þú ert að átta þig betur á sjálfu þér, átta þig betur á þínu hlutverki, að geta dregið til hlés frá hinum og séð heildarmyndina, séð sjálft þig inn í heildarmyndinni á miklu heilbrigðari máta og þar af leiðandi líka uppgötva betur þínar ástríður og áhugamál og langanir og hvað þú vilt gera, kostirnir þínu, hvað þú ert frábært og duglegt í mörgu, að þetta gefur þér færi til þess að uppgötva sjálft þig á marga dásamlega vegu. Skulum fá svo auka einsinn hér inn. Já, þessi ábyrgð hefur stundum verið mjög kaffærandi. Okay. Það vantar ekki dugnaði hjá þér að þegar þó þessi ábyrgð hafi oft verið svolítið kaffærandi, það hefur alltaf bara haldið áfram og sinnt öllu, gangað yfirlega og gert það vel. En eins og ég segi núna tíma til að setja athyglin á þig, þá er ágætt fyrir þig líka að hreinlega fá leiðsögn, að eiga vera með einhvers konar handleiðara eða fagaðila sem að hjálpa þér í þessu, í það minnsta góðan vin sem er til í að hjálpa þér að skuldbinda þig við þig, einhver sem getur heyrt í og rætt þessi mál mjög opinskátt við. Leyfðu þér að trúa draumana þína, þú getur látið að rætast og já, það verður súrt stundum að finna að þú sért ekki ómissandi í lífi allra í kringum þig og þurfa að finna sér nýtt hlutverk bara fyrir þig, en hins vegar þá er þetta bara upphaf og nýjum kafla fyrir þig þar sem að þú ert eiginlega bara uppgötva gjörsamlega nýjan heima þegar þú ert að setja athyglina fyrir þig í það sem þig langar til að gera, þannig að það er að opnast hérna nýr vegslóði fyrir þig. Ok, skulum fá hér eitt spil úr Greenwich orgelstokkinum, örstutt skilaboð í lokin. Það er hér Mattióla stokk sem segir fókus og þannig er verið að meina fókusinn á þig, að þú haldir fókus á þér og haldir þig svolítið í miðjunni. Eins og blómið er, stofninn vex alltaf upp, bara þráðbeint upp og svo blómstrar út frá því. Það er að þegar fókusinn er á miðjunni, það er þú ert miðjun. Verið að minna þig líka á að halda rósemi á meðan þessar breytingar eiga sér í stað og ekki missa sem sagt
trúna á sjálfur þó að þetta sé stundum erfitt og þetta hristir alveg upp í þér, myndu bara koma alltaf heim í miðjuna til þín. Þú þarft í dag að hugsa, hægja aðeins á og hugsa aðeins dýpra af því að þinn persónulegi sannleikur, þitt æðra sjálf og þín innri vera þarf meiri athygli. Þannig að ekki passaði að halda fókusnum á þér af því annars þá hættið þér við að týna sjálfur svolítið í amstir dagsins. Þannig að til þess að halda þér í jafnvægi og halda athyglina á þér þar sem þú vilt, að þú þarft virkilega að einbeita þér að því og passa að þú gleymir þér ekki í því sem er í gangi í kringum þig og hjá öðru fólki í kringum þig. Það er svo auðvelt. Alltaf að líta aftur heim í miðju. Færa athyglina alltaf aftur heim á þig. Þín innri vera þarfnast athygli þinnar. Þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.